Takk kærlega fyrir og takk fyrir að bjóða mér að koma hérna og spjalla við ykkur aðeins auðkennisappið og rafræn skilríki og fleira. Ég sem þetta Haraldur, framkvæmdastjóri auðkennis. Margir þekkja kannski rafrænu skilríkin til verkefni sem búið að vera í ansi mörg ár, búið að taka tíma að byggja upp, en við erum komin ansi langan veg í dag. Og ég byrja því bara svona aðeins bara með glæru sem að sýna fjölda notenda með rafrænu skilríkin. Og við erum að sjá það er náttúrulega stór hluti náttúrulega bara þjóðarinnar með rafræn skilríki að nota það og það mjög gaman að sjá hvernig við sjáum þannig ákveðnum aldursflokkum stór hluti, stærsti hluti okkar að nýta rafrænu skilríkin. Við erum líka að sjá það að eldra fólkið okkar, eldri einstaklingar, eru að nota skilríkin og sem bara mjög skemmtilegt eins og 74-75 ára eldri. Að stór hluti þeirra með og að nýta rafræn skilríki. Unga fólkið okkar eðlilega minna því að það rakst kannski á þörfina því að rafræn skilríki náttúrulega og sér gerir ekki neitt. Það þjónusta sem fólk að sækja og rafræn skilríki hjálpa til við að sækja þá þjónustu og þú í rauninni þarft ekkert á þeim að halda fyrir en þú sækir þér einhverja þjónustu og þetta veit ég að það ábata í kringum það. Við erum búin að vera að gefa út auðkenni, rafræn skilríki. Ég reyndar frá því árið 2000, þá svona til fyrirtækja og fleira, en við byrjuðum að dreifa rafrænu skilríkin 2008 á debitkortum. Og það voru rauninni meira hluti landsmanna, það 300-400.000 skilríki sem voru gefin út debitkortum. Það var líka verið gefin út á svona auðkenniskortum, sérstaklega þegar að bankarnir hættu að vera með rafræn skilríki á debitkortunum. 2013 þá komu rafræn skilríki á SIM-kortin okkar. Það þá verkefni þar sem að símafélögin, fjarskiptafélög og auðkenni og fleiri fóru að dreifa rafrænum skilríkjum á símanum. Þetta kannski þekktasta leiðin okkar í dag sem að flestir kannast við. 2011 í fyrra þá komum við með auðkennisappið og það kannski það sem ég ætla svolítið að segja ykkur frá í dag. Auðkennisappið, hvers vegna má spyrja sig. Þetta rauninni bara ný leið til þess að vera með rafræn skilríki og það ákveðnir hópar sem að geta ekki verið með rafræn skilríki á þessu SIM-korti og þetta þá við að byrja með að hugsa sem valkostur fyrir þannig aðila, eða fyrir aðila bara og við erum að horfa allir með Íslendingar erlendis eða aðilar erlendis sem eru með bara mjög stór hópur og þetta þá leið fyrir þá að vera með. Við erum líka að horfa á aðalega sem eru án farsímaþjónustu, til dæmis sjómenn sem eru út að sjó, það sem eru með netsamband en í rauninni ekkert símasamband. Við erum líka að horfa á það tækniþróunin, hún flegið fram, svo eSIM sem kannski einhverjir ykkar eru byrjuð að nota, það tækni sem búin að vera til sér rúms núna í einhver tíma og nýjasti iPhone-in í Bandaríkjunum, hann til dæmis bara með eSIM, ekki með þessum hefðbundnu SIM-korti sem við þekkjum og sem þýðir það þá að þannig símar að það ekki hægt að vera með rafræn skilríki. Rafræn skilríki tæknilega hægt að útfæra þar en þetta snýr meira af svona regluverkinu og vottun og þess að sem að hamla okkur aðeins þarna. Síðan þetta bara valkostur fyrir aðra. Þetta rauninni bara rafræn skilríki. Þetta aðgengilegt á Play Store og App Store, bæði Android og iOS, appi hjá okkur. Þarna munur í rafræn skilríki með farsíma að þá notendanafnið farsímanúmerið ykkar í rauninni sem notað og síðan poppar eitthvað upp á síman sem að notandi þá beitir skilríkinu með pinninu sínu. Hér erum við þá að horfa á kennitöluna í stað símanúmersins. Appið okkar byggir á lausn sem notuð í Eistlandi og búin að vera þær í notkun ansi lengi, allt í 5 ára ég held. Og stór hópur fólks þar með þetta í baltnesku löndunum 3,3 milljónir notenda og yfir 80 miljón færslur á mánuði. Þannig að þetta þekkt og traust leið sem í notkun og mjög svona sambærilegu markaði, sambærilegu svæði eins og okkar hérna á Íslandi. Fólk fer bara nær í appið sitt og nær í appið, fer í gegnum einhverja leyfisskilmála og rauninni síðan kemur að því að skrá sig inn í appið. Það möguleika sem í boði í dag að það að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum á síma sem að flestir eru með og það þá rafræn skilríki á farsíma það sem að notandinn hefur fengið að afhent á skráningarstöð, sem sagt í eigin persónu. Út af því að það í hluta til í regluverkinu okkar sem að við fylgjum að þá í rauninni má
bara nota rafræn skilríki sem eru afgreidd á skráningarstöð til þess að búa til ný skilríki, en þú mátt ekki halda áfram svona einhverju keðju þar sem þú býr til eitt skilríki og nota það til að búa til annað og síðan annað og annað. Þannig að það svona hamlar okkur í því, þannig að sumir sem að ná sér í appið og hafa til dæmis endurnýja skilríkin sín eða nota skilríki til þess að búa til annað, að þeir munu þá fá rauninni höfnun þarna og þurfa þá að mæta á skráningarstöð til að fá sér þá aukins appið. Til að bregðast meðal annars við því og öðru að þá erum við líka að vinna verkefni sem ég ætla að segja ykkur frá, og það er svona sem við köllum svona sjálfskráning eða leið með vegabréfi og lífkenni sem að við erum að horfa á. Þetta er leið sem er notuð, aftur var tekin í notkun núna fyrir nokkrum árum í Eistlandi líka, sambærileg leið. Þetta þá auðveldar aðgengi allra aðila, hvort sem að þeir séu þá búsettir í erfiðleikum að mæta á skráningarstöð, hvort sem að þessi vegna búsetu eða einhverja annarra hluta, getur verið veikinda eða bara alls konar hluta. Þetta þá auðveldar að þessi aðgengismál öll sömul. Og ég ætlaði svona aðeins að sýna ykkur það. Ég ætlaði hugmyndi var jafnvel að vera bara með þetta live í appinu en það er svona tæknilega, gengur misjafnlega vel. Það virkar þá bara þannig að þú nærð aftur í appið og ferð í gegnum þá ferli þarna og þarna velurðu þá í rauninni þetta lífkenni. Færðu upp þá ákveðið samþykki sem alltaf skiptir mjög miklu máli út frá persónuvernd og fleiru og staðfestingu á skilmálum og þess háttar hefðbundið. Það eru settar inn upplýsingar tengilega upplýsingar þannig að það sé hægt að hafa samskipti og tilkynna þætti sem varðar skilríki, til dæmis með að það rennur út og þess háttar. Síðan er bara næst í rauninni að mynda vegabréfið og þetta er í rauninni bara mjög svipað eins og kannski margir þekkja þegar þið ferðist og ef þið hafið farið í gegnum svona sjálfvirkt vegabréfakerfi þar sem þið takið vegabréfið ykkar og í rauninni sýnið það og setið það upp við, að þá byggir tæknin á því af svona NFC-tækni. Þannig að myndavélinni virkjuð á snjallsímanum og tekið mynd af vegabréfinu og það er í rauninni ákveðin lykill sem að heimilar þá samskipti við örgjörvan í vegabréfinu. Og í vegabréfinu eru upplýsingar okkur og meðal annars myndin okkar og þá er í rauninni fyrir það ferli við það að ná í þær upplýsingar, kanna hvort að það sé einhver fölsun í gangi. Þessar upplýsingar alltaf rafrænt undirritaðar af þjóðskrá eða útgáfaaðila vegabréfsins og förum þá ekki nú ferli við það. Þegar það er allt saman búið, að þá er farið í það að staðfesta persónuupplýsingar sem snýr í rauninni að því að taka eins og við kallum svona sjálfu, sem við þekkjum oft. Þá förum við í gegnum ferli hér, Nýta sem er starfsmaður hjá okkur, frábærlega ferli myndir af því. Og þetta byggir á þá einhverju svona tækni og algrými sem er að reyna að kanna lífleika manneskjunnar til þess að kanna hvort það sé einhver svik, hvort það sé verið að nota einhverja fölsun, grímur og þess háttar og alls konar svona hættur sem er verið að kanna við. Eftir þetta þá er rauninni þegar búið að fara í gegnum þetta ferli, þá fer í gang ferli það sem er verið að meta hvort að myndin sem að kemur þá úr þessari sjálfu og passi við myndina sem að kemur af vegabréfinu okkar. Og þannig þá verða að bera hlutina svona sjálfvirkt saman með alls konar tækni og meti þá líkurnar á því að þetta sé sama manneskjan. Og svona tækni er þekkt og notuð víða erlendis en kröfurnar sem við erum með og fylgjum að við í rauninni veljum hæsta öryggisstigið, sem við gerum mestu kröfurnar það að þetta sé líkurnar á því að þetta sé sama manneskjan, að það séu sem hæstar sem að þýðir það í rauninni að það eru minni líkur að komast í gegnum svona ferli en þýðir það líka að mögulega myndum við hafna einhverjum einstaklingum sem að væri réttir sem að gæti alveg komið til. Næsta bara ferli er í rauninni bara að staðfesta persónuupplýsingar þegar þetta gengur upp og þá er í rauninni búið að fara í gegnum þetta ferli að auðkenna manneskjunni, alveg svo þið þekkið kannski að fara þar sem þið sýnið bara vegabréfið ykkar og það er manneskja á móti ykkur, horfir á okkur og hún er bara hennar starfi að reyna að meta hvort að þú sért manneskjan á vegabréfinu og í rauninni þetta kemur í staðinn fyrir það starf. Þegar er búið að skanna hjá okkur vegabréfið, þá tekur í rauninni við næsta ferli sem er að búa til, eins og þessu ekki búa til PIN-númer og velja sér það. Það eru á skilríkjunum í appinu eru 2 PIN-númer, 1 til auðkenningar og annar til undirritunar og það eru mismunandi lengt 4 til 12 og 5 til 12 en notendur geta valið sér 1 PIN eða sama PIN-ið að skilríkjunum eða sikkort, það fer bara eftir því hvað hentar hverjum. Þetta er síðan bara klárað, út í loka skref, PIN-ið búið til og staðfest
og hér þá birt einhver umsókn skilríki og það sem við gerum þarna það að það búið til rafrænt skilríki. Það rafræna skilríki síðan notað til þess að undirrita umsókn í þessu ferli og það rauninni tækni kringum það og skilyrðin kringum það eingöngu hægt að nota það til þess að undirrita í þessu samhengi. Ef að það gerist ekki þá skilríkið afturkallað, þannig að notandinn þarf að klára ferlið til þess að það sé opnað fyrir virkni á skilríkjunum. Þú beitir því, skrifar undir og fær þá upplýsingur skilríkir og staðfestir það og þá rauninni bara skráningu lokið og þú komið með skilríkið. Þannig að þetta bara ferli sem að tekur ekki langa tíma og þetta var einmitt innleitt, talandi COVID á ráðstefnunni og aðgengi, að þetta kom akkurat í Íslandi á sama tíma sem að COVID var að skella á og þetta náttúrulega bjargaði þeim alveg rosalega. Fólk gat farið í gegnum þetta ferli, náði sér rafræn skilríki og sótti síðan þjónustu á netinu og þurfti ekki vera að ferðast. Þetta virkar bara svona, þú slærð inn þá, þú stil ekki kennitöluna, þetta inn á mitt auðkenni. Þú farið upp eitthvað svona númer, svona sem einkvæmt númer fyrir færsluna og þá poppar upp appið þitt og það hægt að láta birtast svona valmöguleika. Þá þjónustuaðilar geta valið svona hvernig þeir nýta appið. Í þessu tilviki þá poppar upp svona skjár með 3 valmöguleikum sem að þú átt að bera saman við það sem sýnt á þjónustunum síðinni, hvort sem það sé bankinn þinn eða Ísland.is eða hvað það og ber það saman og velur það. Þetta þá til að mæta þeirri hættu að einhver sé að reyna að senda eða gabba þig til þess að auðkenna þig inn. Setur inn PIN-númerið þitt og þá þetta bara komið, dottinn inn. Þannig að þetta rauninni gefur bara nákvæmlega sömu virkni og þessi hefðbundnu rafrænu skilríki sem að flestir þekkja. Auðvitað er þannig að þjónustuveitendur þurfa að taka upp sem stuðning við þetta. Þannig að það ekki hægt að nota þetta allstaðar til að byrja með, en við bindum vonum við það að sem flestir gerir það og það víða hægt að nota auðkennisappið í dag, en bara svo sem að aukast. Nú held ég sé komin í 12 mínútur. Það tilbúin í spurningar. Takk fyrir það. Það einhverjir búin að fara inn í slæddu, það komnar 2 spurningar. Önnur hvað með fatlað fólk og hins vegar spurning hvernig Íslendingar í útlöndum geta notað þessi rafrænu skilríki. Já, varðandi fatlað fólk að þá væntanlega átt við fólk með skerta hreyfigetu eða eitthvað svoleiðis. Já, skilríkin okkar náttúrulega hafa hvort sem þessi rafræn skilríki á korti, farsíma eða appi. Þau hafa all mismunandi virkni og mismunandi stuðning og við aðila. Appið hefur sína kosti upp á það að það hægt að lesa, nota hugbúnað til þess að lesa með því og þess að þætti fyrir þá sem að spurningum heyrn eða sjón og svona hluti. Ef spurningin að vísa svo sem í aðgengi sem hefur svolítið verið umræðinni hverjir geta fengið rafræn skilríki, þá erum við undir mjög miklu regluverki þar og eitt af því sem er svona grunnatriði í lögum að það varðar í rauninni það að þeir sem okkur heimilt að gefa rafræn skilríki til, að þeir verða að geta nýtt, farið í gegnum ferli að fá skilríki og nýtt þau alveg sjálfur án einhver stuðnings. Það krafan og þetta rauninni krafan og hugsunin á bak við það líka í kringum rekjanleika og neytendavernd til þess að það sé rauninni hægt að sjá og ekki misnota skilríkin. Þannig að þetta regluverk það sem við vinnum undir og þurfum að meta, en það náttúrulega að sjálfsögðu rosalega mikilvægt að allir fái þjónustu, því að eins og ég sagði kannski í byrjun, rafræn skilríki einu sér gerir ekki neitt. Þetta spurning að fá þjónustu og við erum í samtali við aðalum það að sjá hvernig við getum hjálpa til í því öllu saman. Og það kannski helst verið að horfa á umboð og þess að þætti, en við erum í samtali við aðalum hvernig við getum komið að hlutum og bætt og tryggt þetta aðgengi. Nú varðandi Íslendinga erlendis, þá þetta bara frábær leið fyrir þá, því að þeir geta þá þarna, ef þeir eru með íslensku vegabréf, afgreitt sig sjálfur á netinu, tekur bara mjög stuttan tíma. Ok, takk fyrir. Það gleður þig eflaust að vita að allir hér í salnum sem tóku þátt í könnuninni eru að nýta rafræn skilríki. 100% eru að nýta rafræn skilríki.